Komið sæl og verið velkomin í þáttinn undirbúningur fyrir sunnudag sem sendur hér á dagskrá Lindarinnar FM 102.9 og það upptaka af þessum þætti á appi Lindarinnar sem og á YouTube rásverkefnisins játningabundin evangelisk lútersk kristni. Og ég heiti Zakarías Ingólfsson og prestur þessa verkefnis. Kíktu endilega á heimasíðan okkar á hjálp.is, jodlk.is. Sunnudagurinn kemur 5. sunnudagur eftir páska, einnig kallaður 7. sunnudagur páskatímans og þetta síðasti sunnudagur fyrir uppstigningardag og það verið lengi verið hefð fyrir því að hefja á þessum sunnudegi daglega bænagjörð fram að uppstigningardegi og þá gjarnan beðið fyrir landi og þjóð, fyrir góðri uppskeru og vernd Guðs fyrir uppskeru ársins. Hugsið ykkur hvað þetta í rauninni frábær siður. Þegar við mörkum vorið með þessum hætti þá játum við þar með líka að það Guð sem hefur skapað okkur, Guð sem hefur gefið okkur alla hluti. Hann heldur náttúrunni gangandi, hann gefur sólskin og rigningu, hann gefur vöxt á jörðinni og þetta að mörgu leyti það sama sem við líka játum þegar við biðjum borðbæn og biðjum blessunar Guðs fyrir máltíðnar okkar. Í tilefni þessa ætla ég til inngangs líka að lesa skýringu Lúthers á 1. grein trúarinnar í fræðunum minni og hún til í þessari bláu bók sem kannski hægt að finna á kirkjuhúsinu eða annarri kristinni bókabúð og það líka hægt að finna þennan texta á hjálp.is. Þar hann opinn öllum. Ég ætla að lesa þennan texta, hann hljómar svo. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Hvað það? Svar, ég trúi að Guð hafi skapað mig og alla hluti, hafi gefið mér líkama og sál, augu, eyru og alla limi, skynsemi og öll skilningavit og haldið því enn við. Auk þess klæði og skæði, mat og drykk, hús og heimili, maka og börn, akur, fénað og öll gæði, sjá mér ríkulega og daglega fyrir öllum þörfum og fæðslu þessa líkama og lífs. Verndi mig gegn allri hættu og gæti mín og varðveiti mig frá öllu illu. Og allt þetta af einskæri, föðulegri, guðlegri, gæsku og miskun, án allrar minnar verðskuldunar og tilverknaðar. En fyrir allt þetta ber mér skylda til að þakka honum og vexa með hann, þjóna honum og hlýða. Það vissulega satt. 1. grein trúarinnar minnur okkur á það að það Drottinn sem hefur skapað alla hluti, að mér sjálfu meðtöldum. Allt hefur orðið til fyrir orð hans og því getur orð hans læknað sjúka, stillt storma, mettað hungraða og jafnvel hrifsað þína framliðinu úr klóm dauðans. Það einmitt í því sem styrkur bænarinnar felst að hún snýr sér til þessa Drottins. Og texta næstkomandi sunnudags fjalla þannig bænina og það von sem að býr í bæninni. Fyrir ritningalestur Sálmur 121 sem hefst með orðunum Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Þetta nákvæmlega svo játning sem ég að tala það Drottinn sem hjálpari minn. Síðara ritningalesturinn kemur síðan úr 8. kafla Rómverjabréfsins og það vers 24 til 28 og hér talað vonina og hjálp andans í breiskleika okkar. Að lokum kemur Guðspjallið úr 11. kafla Lúkasarguðspjalls úr versum 5 til 13 og Jesús segir okkur hér 2 dæmisögur bænina og minnir okkur á það að Guð þráir að svara bænum okkar á sem bestan hátt. Og manni verður kannski hugsa til sögunar Tóbít sem við lásum í síðustu viku. Bæði Tóbít og Sara báðu Guð að taka þeirra en Guð svaraði báðum þeim með því að snúa sorg þeirra til fagnaðar. Þessir textar beina okkur allir að þeim Drottni Guði vorum sem heyrir bænir okkar og sem máttugur til þess að svara þeim. Ég segja stundum að það einmitt þess vegna sem ég trúi ekki á bænina sjálfa, heldur á hann sem heyrir bænina. Sumir myndu kannski svara mér að þetta ekki mikill munur til að tala en því ég algjörlega ósammála því að það snýst það hver ber ábyrgðina á bæna svarinu. Ef að bænin snýst þann sem heyrir bænina, þá það hann, það Drottinn sem einn ber ábyrgðina á bænasvarinu. En ef bænin snýst bænina sjálfa, þá það ég sjálfur sem ber ábyrgðina. Þá get ég aldrei beðið nægilega mikið eða nógu innilega. Þá undir mér komið að hafa áhrif á Guð. Til allrar hamingju segja textar næstkomandi sunnudags
okkur aðra sögu eins og til dæmis fyrir ritningalesturinn. Og hann sem sagt helgigönguljóð, það að segja söngur sem að pílagrímarnir sungu á leið til og frá musterishátíðunum í Jerúsalem og játar að það drottin eitt sem hjálpar okkar. Fyrir ritningalesturinn úr Sálmi 121 hljóðar svo. Helgigönguljóð, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp minn kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottin vörður þinn, drottin skýli þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólhitin eigi vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Drottin sannarlega hjálpari okkar og hann máttugur hjálpari. Hann skapari himins og jarðar, hann vörður Ísrael og hann vörður okkar og það þess vegna sem við beinum bænum okkar til hans. Við erum rétt komin yfir á tíma hér og við tökum okkur örstuð hlé, hlustum á eitt lag og lesum síðan síðari ritningalesturinn úr Rómverjabréfinu. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zacharias Ingólfsson. Við vorum að lesa Sálm 121 rétt fyrir hlé. Drottin skapari minn, hann hjálpari minn og einmitt þess vegna beini ég bænum mínum til hans. Síðari ritningalestur að finna í 8. kafla Rómverjabréfsins og á ýmist að lesa vers 24 til 27 eða vers 26 til 28. Við lesum vitaskuld öll versin og það alltaf gott að hafa versin í sem mestu samhengi og einmitt þess vegna ætla ég líka að taka augnablik til þess að taka saman ræðu Rómverjabréfsins í heild sinni. Rómverjabréfið bréf sem apostolinn Páll skrifar til safnaðarins í Rómaborg áður en honum nokkru sinni gefin kostur á því að heimsækja þennan söfnuð. Páll þráði að fara þangað og halda þaðan síðan áfram til Spánar, en áætlanir hans kröfðust þess að hann færi fyrst í hina áttina til Jerúsalemborgar. Sennilega skrifar hann bréfið til þess að undirbúa komu sína síðar og leiðbeina söfnuðinum í Rómaborg. Eftir innganginn segja fyrstu 3 kaflarnir okkur frá því hvernig syndin hefur náð tökum á heiminum öllum og unnið sér inn reiði Guðs. Jamt heiðingjar sem gyðingar undir dómi Guðs því að allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. En í miðjum 3. kafla kemur síðan lausnin. Guð sjálfur réttlátur og deilir réttlæti sínu með öllum þeim sem á hann treysta. Þótt sumir verði kannski hissa á því, þá það samt sem áður engin nýjung, en það var sjálfur Abraham réttlætur fyrir trúna á fyrirheitið Krist. Í 5. til 8. kafla bendir Páll síðan á það, frá ýmsum sjónarhornum, að lífið með Kristi líf án fordæmingar. Sá sem skírður til Krists deyr með honum og á að rísa með honum að nýju. Hann því genginn í lið með Kristi og fyrir bragði orðið óvinnur hins synduga eðlis. Baráttan gegn hins synduga eðli markar því líf hins kristna einstaklings. Bænin einmitt hluti af þessari baráttu og það í þessu samhengi sem að ritningalesturinn okkar stendur og Páll hvetur til þess að halda í vonina í bæninni. Rómverjabréfið samt sem áður bara hálfnað þegar hingað komið og kaflar 9 til 11 snúa sér á spurningunni hvort munur sé á gyðingum og heiðingjum frammi fyrir Guði. Niðurstaðan í raun afar einföld, bæði gyðingar og heiðingjar eignast hjálpræði fyrir trúna á Jesú Krist sem af ætt og kyni Davíðs konungs og hinn rétti Messías gyðinga. Það því hjálpræði gyðinga sem kemur öllum þjóðum til góða og verður þeim til blessunar. Guð hefur ekki eigin leið fyrir gyðinga, ekki eigin leið fyrir heiðingja, heldur fá heiðingjar hlutdeild í hjálpræðisleið gyðinga. Í 11. kafla Ísrael þannig lýst sem stóru tré þar sem að Kristur stofninn
og gyðingar eru greinarnar. Okkur hinum, þar að segja heiðingjónum, þá lýst sem greinum sem skornar hafi verið í villtri náttúrunni og græddar við þetta mikla tré. Kaflar 12-15 hvetja svo til heilags lífernis sem markast af kærleika til Guðs og náungans, og frá miðjum kafla 15 koma síðan upplýsingarnar áframhaldandi áform Páls sem og kveðjurnar að lokum. En við skulum lesa ritningalesturinn sem var úr 8. kafla og snýst bænina sem hluti af lífsbaráttu hins kristna einstaklings. Við lesum vers 24-28 og hljóða þau svo. Því að í voninni erum við hólpnir orðnir, von sést ekki von, því að hver vonar það sem hann sér. En ef við vonum það sem við sjáum ekki, þá bíðum við þess með þolinmæði. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þig drottin því þú hefur orð eilífslífs, hvert annað ættum við að fara. Þessi orð eru sem sagt skrifuð og töluð í samhengi trúarbarátturinnar. Jafnvel bænin sjálf barátta, en þó ekki barátta eins og við oft höldum. Margir tala bænina sem einhvers konar kappræður við Guð, þar sem við sækjumst eftir því að breyta vilja hans, reyna að yfirbuga Guð með nöldri eða nægilega sterkum rökum, eins og við hefðum rétt fyrir okkur en að Guð hefði rangt fyrir sér. Rómverjabréfið sýnir okkur það að þessu fer fjarri. Guð veit vel hvers við þörfnumst áður en við leitum hans í bænar, og hann veitir okkur meira að segja heilagan anda sem talar okkar máli og biður fyrir okkur með betri orðum en við getum nokkru sinni átt sjálf. Bænin því ekki þannig barátta, heldur bænin barátta það að treysta Guði. Hér fylgir því loforð að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Nú setjum við aftur punkt hér við textan á Rómverjabréfinu og tökum örstutt hlé og síðan komum við aftur að vera með spori og lesum Guðspjall sunnudagsins. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir texta bænina. Sálmur 121 fyrir ritningalestur bent okkur á það að drottin máttugur því hann hefur skapað himin og jörð með orði sínu einu. Síðari ritningalesturinn myndi okkur á það að þegar við leitum Guðs í bæn, veit hann þegar hvers við þörfnumst og heilagur andi biður með okkur og fyrir okkur. Fyrir þann sem að elskar Guð samverkar allt til góðs og hvort veggja ætti að hvetja okkur til þess að treysta Guði þegar við leitum hans í bæninni. En spurningin þá hver eiginlega vilji Guðs? Og ef að Guð nógu máttur til þess að svara bænum okkar, þá skiptir það í rauninu veru litlu máli ef honum sama okkur eða ef hann vill okkur ekki vel. Guðspjall sunnudagsins kennir okkur að því svo sannarlega ekki þannig farið, heldur enginn sem að elskar okkur meir og vill okkur betur en Guð, jafnvel ekki við sjálf. Guðspjallið úr 11. kafla Lúkasarguðspjalls og á sér stað á helgigöngunni í átt til Jerúsalem og kannski sungu Jesú og lærisveinar hans einmitt sálmins við lásum áðan á þessari helgigöngu. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mín hjálp? Og ef að svo var, og sennilega var það, þá fær sálmurinn bókstaflega uppfyllingu í Kristi. Fjöllin þá fjöll Júdeu þar sem að Síón og Jerúsalemborg og mustrið og hjálpræði kemur einmitt þaðan frá Golgata hæð þegar Jesús lét líf sitt fyrir okkur. En við skulum ekki hlaupa yfir. Í 11. kafla Lúkasarguðspjalls þeir enn á leiðinni og lærisveinar Jesú biðja hann að kenna sér að biðja. Jesús kennir þeim þá bænina Faðir vor og segir síðan eftirfarandi sem Guðspjall sunnudagsins og hljóðar svo. Hann sagði við þá,
Nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann: Vinur, lánaðu mér 3 brauð, því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Myndi hinn þá svara inni: Gjör mér ekki ónæði, það er búið að loka dyrunum og börn mín og ég eru komin í rúmið. Ég get ekki fara á fætur til að fá því brauð. Ég segi þér, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengs þeirra, þá fer hann samt fram úr og sækir áleitni hans og færir honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi þér, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, kníið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlas sem að biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upp lokið verða. Er nokkur sá fadir yður á meðal að hann gefi syni sínum biður fisk, höggorm í staðinn eða sporðdreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eruð vondir hafið vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá fadirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Jesús segir lærisveinum sínum 2 dæmisögur. Önnur fjallar mann sem að þarfnast veitinga nótt og hinn strák sem að biður föður sinn mat. Bæði vinurinn og sonurinn fá það sem þeir biðja vegna stöðunar sem þeir eru í. Annars vegar það vinátta og hins vegar það samband föður og sonar. Það eðlilegt að hlutinir virki með þessum hætti að þeir fá það sem þeir biðja Og af því dregin ályktun sem kallast frá hinum minna til hins meira. Ef maður getur fengið slíkan greiða hjá vini sínum, sem þó bara venjulegur vinur, þá hlýtur hann að geta fengið því mun meira frá Guði sem að skapaði hann og sem að elskar hann. Að sama skapi ef að sonur fær þann mat sem hann biður frá föður sínum og ekki slöngur eða sporðdreka í staðinn, þá hlýtur því mun meira að gilda varðandi Guð. Hann gefur okkur það sem enn betra og það sem við biðjum hann Hann sér okkur ekki bara fyrir þörfum og fæðslu þessa líkama og lífs eins og við lásum í fræðunum, heldur fyrst og fremst það sem við þörfnumst til hins eilífa lífs. Og því veitir hann okkur heilagan anda, hann veitir heilagan anda hverjum þeim sem að á hann treystir. Þannig að versin sem við höfum lesið í dag gefa okkur þannig góður ástæðu til þess að leita drottins í bæn. Áherslan ekki á mörg fögur orð eða fjölda orða, en það segir Jesús líka í fjallræðinni í Mattheusar Guðspjalli 7. kafla 7. og 8. versi: Þegar þér biðist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingjana. Þeir hyggja þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki, fadir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann. Vandamálið við að nota mörg orð einfaldlega það að þau leggja áhersluna á rangan stað. Þá áherslan á verk okkar í bæninni og við fáum svar Guðs þegar við gerum það og þegar við fáum það sem við biðjum þá verður slík áhersla til þess að við getum hrekst upp og sagt eitthvað í áttina þessu. Þetta allt sem mér að þakka af því að ég var svo duglegur og svo iðinn við að biðja. Það augljóslega ekki þetta sem málið, heldur það að við beinum okkur til hins raunverulega drottins. Í fyrsta lagi hefur hann mátt til þess að svara bænum okkar, í öðru lagi vill hann okkur vel og vill svara bænum okkar á sem bestan hátt, og í þriðja lagi sendir hann okkur líka anda sinn og hjálpar okkur meira að segja til þess að biðja bæna okkar. Við getum ekki hrósa okkur af neinu í þessu máli, því að allt saman, jafnvel bænin sjálf, verk drottins. Honum einum sé dýrð. Ég þakka ykkur samfylgdina í dag og vona að þátturinn verði ykkur til gagns og uppbyggingar og ekki síst góður undirbúningur fyrir messu á sunnudaginn. Verið sæl.